Okkur langar til að kynna fyrir ykkur af hverju til sérstakur mannréttindasáttmáli fyrir börn. Já. Býttu, eiga þau ekki sömu mannréttindi og allir aðrir? Jú. Þau eru vissulega manneskjur alveg eins og fullorðið fólk. En málið er bara að staða barna í samfélaginu er sérstök á svo margan hátt. Börn eru að mörgu leyti háð því að fullorðið fólk hjálpi þeim. Og sagan hefur sýnt að það er nauðsynlegt að standa sérstaklega vörð réttindi barna til að öll börn geti lifað góðu lífi og rækta sjálfsmynd sína og hæfileika og færni. Við erum smátt og smátt að vakna til vitundar réttindi barna, en við þurfum að halda áfram því það er nóg verk að vinna. Eru það að tala um réttindi barna? Ég var einmitt að horfa hérna á myndband sögu barnasáttmálans. Komið, sjáið þið. Ok. Já. Í byrjun síðustu aldar var ekki lítið á börn sem sjálfstæða einstaklinga, heldur voru þau álitin valdalaus og háð öðrum allt. Þá var litið svo á að barn væri eign foreldra sinna og enginn utanaðkomandi gæti skipt sér að því hvernig komið var fram við barnið. En eftir fyrri heimsstyrjöldina barðist hópur fólks fyrir því að ríki heimsins gerðu sig grein fyrir því að börn hafa sérstakar þarfir umfram fullorðna. Árið 1924 var fyrsta yfirlýsingin mannréttindi barna undirrituð af Þjóðarbandalaginu. Sú yfirlýsing var kölluð Genfar-yfirlýsingin og í henni var fjallað að börn þyrftu sérstaka umönnun og vernd. Seinni heimsstyrjöldin varpaði ennþá skýrara ljósi á viðkvæma stöðu barna því efnahagslegar og félagslegar afleiðingar stríðsins voru skelfilegar fyrir börn og ríkin tóku ekki ábyrgð á börnum í neyð. Þá var alveg ljóst að finna þyrfti leiðir til þess að tryggja börnum aukna vernd. Sérstök yfirlýsing réttindi barna var svo loks samþykkt árið 1959 á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Í henni var aukin áhersla á að tryggja þyrfti börnum jafnræði og ekki mætti mismuna börnum. Það þýddi að nú skipti meira máli en áður að ríkin tækju ábyrgð á öllum börnum innan landamæra sinna, óháð þjóðerni, trúarskoðunum og uppruna. Já, sko þetta er áhugavert, en ég veit það er einn galli á þessum yfirlýsingum og hvorug þeirra var bindandi fyrir ríkin. Já, og það þýddi einmitt að það hafði engar afleiðingar í för með sér ef að ríkin fóru ekki eftir þessum yfirlýsingum. Og smám saman var þetta ljóst að þær dygðu ekkert til og til þess að tryggja öllum börnum réttindi sín þá yrði að fara í frekari aðgerðir. Já, þú meinar? Hvað myndbandið er ekki búið? Já, fyrir ekki það. Árið 1979 settu fulltrúar Póllands á vettvangi Sameinuðu þjóðanna fram þá tillögu að útbúin yrði bindandi mannréttindasáttmáli fyrir börn og tillagan var samþykkt. Hafist var handa en það var ekki fyrr en 10 árum síðar, árið 1989, að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna leit dagsins ljós. Og núna er þetta búið. Já, takk fyrir þetta. Mjög fræðandi. Takk fyrir kærlega. Já, bara gaman. Einmitt. Það var greinilega vandað til verka í þá daga að því í dag er barnasáttmálinn útbreiddasti mannréttindasáttmáli heims. Og það er ýmislegt merkilegt við barnasáttmálann. Honum er ætlað að tryggja að börn njóti sömu mannréttinda og fullorðnir auk sérstakrar verndar vegna viðkvæmrar stöðu sinnar. Honum er ætlað að tryggja börnum alla þá vernd, umönnun og þátttöku sem þau þurfa til þess að lifa og þroskast. Í barnasáttmálanum segir til dæmis að börn eigi rétt á vernd gegn öllu ofbeldi og misnotkun, skaðlegri vinnu og skaðlegum vímuefnum. Að börn eigi rétt á leiðsögn fjölskyldu, menntun, heilsuvernd og hreinu og öruggu umhverfi. Þar segir líka að börn eigi rétt á því að hafa sínar skoðanir, tjá þær og hafa áhrif á líf sitt og samfélag og að börn eigi rétt á að iðka eigin trú og viðhalda menningu sinni. En til þess að börn njóti réttinda sinna þurfa lög aðildarríkja sáttmálans að vera í takt við barnasáttmálann. Og allt fullorðið fólk þarf að framfylgja sáttmálanum í samskiptum sínum við börn. Þess vegna hefur þú hlutverki að gegna þegar kemur að því að standa vörð réttindi barna og gera þau að veruleika. Til þess að gera það ertu einmitt hér til að fræðast sáttmálann og þegar þú ert farin að þekkja hann getur þú sett hann í samhengi við líf þitt og starf. Við erum ennþá víðs fjarri því að öll börn njóti réttinda sinna. En barnasáttmálinn er leiðarljósið. Hann vísar okkur leiðina að markmiðinu velferð og jafnræði allra barna. Það er ljóst að það er flókið að koma honum í framkvæmd svo fullnægjandi sé. En það er skylda allra fullorðina að finna leiðir til þess, því það eru réttindi barna. En margt gott hefur átt sér stað frá því að barnasáttmálinn leit fyrst dagsins ljós. Ísland fullgilti sáttmálann 1992 og tók síðan stórt framfaraskref þegar sáttmálinn var lögfestur í heild sinni árið 2013. Mikilvæg vinna er að eiga sér stað víðsvegar. Sveitarfélög vinna því að verða barnvæn og vinna markvisst að því að innleiða barnasáttmálann í alla sína verkferla. Skólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar vinna líka að því að innleiða barnasáttmálann í allt sitt starf.
Svo líka stór hópur fólks sem vinnur að réttindum barna með markvissum hætti á hverjum degi. Hvort sem það innan félagasamtaka eða stjórnsýslunar. Til dæmis til sérstakur umboðsmaður barna og sérstakur barnamála ráðherra og sífellt lögð meiri áhersla á málefni barna. Þekking á réttindum barna breiðist í auknum mæli út, þannig að fólk betur í stakk búið til þess að setja réttindi barna í samhengi við líf sitt og störf. Smám saman stígum við skrefi rétta átt en ferðalaginu hvergi nærri lokið. Í þessum hluta lærðum við að barnasáttmálinn á sér langa sögu. Nauðsynlegt að stjórnvöld vinni stöðugt að því að gera réttindi barna að veruleika og í dag vinnur fjöldi fólks að einmitt því og þar skiptir þú máli. En hvaða réttindi eru það sem barnasáttmálinn kveður á um? Nú, eins og þið sjáið. Já, ég veit sko allt réttindi barna og barnasáttmál. Já, ok, heyrðu, veistu, vilt þú bara sjá um þetta? Já. Ég treysti þig fullkomlega. Ég get alveg. Já, gerðu þetta. Það ekkert mál. Einmitt. Geggjað.